Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og eins og áður segir, þá það Akureyrarvaka sem þemað hjá okkur í þessum þætti og við fengið til okkar hann Pálma Gunnarsson. Þú ert að fara að gera bara nákvæmlega það sem þið sýnist á Akureyrarvöku. Já, ég mæti þetta með svona hálfgert hliðarprojekt sem að ég setti á stað fyrir nokkrum mánuðum síðan sem er það sem ég fæ svona að njóta mig sem fyrst og fremst hljóðfæraleikari. Þetta er band sem við settum saman okkur félagar. Tókum ákvörðun strax það að búa til hljómsveit sem væri aldrei æft heldur bara farið á svið og talið í. Eða ekki talið í eins og við byrjum bara. Og þessi hljómsveit verður hérna semst með tónleika í Hofi á laugardagskvöldi eftir samkomuna hérna í Gilnu. Já. Bara ferlega spennandi. Og hérna, ég hvet bara allir til að koma, þetta er ferlega gaman. Og þið ætlaði að vera líka að deginum til? Já, við verðum með svona míniútgáfu af þessu bandi hérna yfir í Landsbankanum miðjan daginn. Það mæti ég með kontrabassa og við erum með kassagítar og eitthvað. Og kassagítar? Já, bara, þú veist, þetta er svona happening hljómsveit. Já. Er þetta svona spunaband? Já, þetta er það. Við fyrsta giggi okkar var á býsna stórri tónlistarhátíð í Nuuk á Grænlandi og þá löbbuðum við upp á svið eftir að við vorum að taka hljóðprufu og horfðum á hvort annan og segja hvernig ætlum við að hafa þetta. Það kemur bara í ljós og svoleiðis er það búið að vera síðan og við erum búin að spila á býsna víða. Við erum búin að vera á Airwaves og á stórum hátíðum á Secret Solstice og gerum bara garðinn frægan. Æðislegt. Segðu okkur frá bandinu, hverjir eru þarna? Þetta er æðislegi gaurar sem er að spila með mér. Kjartan Valdimarsson sem er trúlega okkar besti píanóleikari og engan hallað þó ég segi það. Birgir Baldursson trommari sem er svona jaxl hókin af reynslu búinn að spila allt frá punki og upp í ég veit ekki hvað og svo Edvard Lárusson sem er ekstra góður gítarleikari. Og við höfum þennan sameiginlega áhuga að leyfa þessari reynslu okkar í gegnum árin að njóta sín með þessum hætti. Og það hefur bara heppnast fjandi vel, sko. En er það ekki leiðilegt? Þið æfið ekki neitt? Þetta hljómar svo eins og gott band sem að... Nei, við erum alltaf búin að æfa í 50 ár. Já. Það má eiginlega segja það, sko. Við erum allir búin að æfa ansi lengi. Já. En spuninn er dálítið skemmtilegur. Hann getur ábyggilega verið ógulega leiðilegur en ég held í okkar tilfelli þá er gaman, sko. Okkur tekst að búa til svona hljóðheima sem fólki líkar og við höfum haldið fólki inn á lögin okkar eru upp í klukkutíma löng, sko. Já. Og ef að fólki leiðist, þá gengur það út. En við erum ekki farnir að sjá það gerast ennþá. Nei, það er ákveð. Það hlýtur að vera svolítið skemmtileg upplifun og líka það að vera þá að upplifa eitthvað vera að skapast bara fyrir framan. Á staðinum, já, það er það sem þetta gengur út á, sko. Það er að tala saman sem tónlistamenn. Þetta er mjög spennandi og skemmtilegt, sko. Ég skil ekkert almennilega hvernig þetta virkar samt. Hvernig áttu ykkur, þú veist, að því að ég ímynda mér að, ég er náttúrulega vissulega ekki hljóðfæraleikari, skulum hafa það á hreinu. En maður ímynda sér einhvern veginn að þá þurfum við að taka einhverju sameiginlega ákvörðun hvaða átt maður að tala þið saman með hljóðfærunum eða eru þið hérna að... Við hlustum á hvort annað svolítið og treystum því að við séum ekki að þælast fyrir hvora öðrum nema þegar það á við. Og þetta er í rauninni, það er varla hægt að útskýra hvað það er sem gerist en oft verður til ansi mikill galdur og ég segi þú veist ef að þeim sem eru á sviði að spinna, ef þeim líður vel við það sem þeir eru að gera þá oft fer það áfram út. Auðvitað getur þau hitt að fúla, sko. Já. Ég meina ég þekki dæmi spunabönd þar sem að þú veist allt hefur farið í fjandans. En það hefur bara ekki verið, þú veist það hefur bara augnabliki var ekki rétt. Já. En við erum ekki búin að upplifa það ennþá og þetta hefur verið ægilega gaman. Við njótum þess að gera þetta og við sem betur fyrir þá erum við höfum verið með sko eins og Airwaves, þá vorum við með troðfullt út á dyrum með miðja nótt og ég Jesúsaði mig áður en ég fór inn á svið. Og hugsaði mig hvernig óskopunum það helst enginn inn í hjá okkur núna eftir að vera búin að hlusta sko. Það voru tónleikar búin að vera stanslaust allan daginn og kvöldið og sem sagt fyrir kvöldið. En það reyndist bara vitleys í mér, sko. Við héldum hverjum einasta manni þarna inni í þennan, það var reyndar óvenju langt lag hjá okkur, það var klukkutíma og 20 mínútur. Já. Og við fengum fína dóma og... En er ekki líka svolítið gaman að fá eða ekkert fá heldur bara ákveða að njóta sín sem hljóðfæraleikari en ekki söngvari svona fyrir það sem þú ert þekktastur? Jú, ég náttúrulega,
Ég nú reynda búin að segja það oft í viðtölum áður, sko, ég ætla aldrei að vera söngvari, sko. Það stóð aldrei til. Ég var fyrst og fremst bara elskað að spila á hljóðfærið mitt og en svo bara vantaði söngvara í hljómsveit. Vantaði einhverja rödd til þess að fylla í eitthvað skarð í einhverju poppbandi sem ég var í og þannig hófst það nú, sko. Ég er náttúrulega mjög þakkláttur fyrir þann feril, hann fer ekki til burt og verður áfram, en að fá að nýta þennan hæfileika, að geta að spila á hljóðfæri, það er alveg ómetanlegt í dag. Og ég er búinn að klára það margt í lífinu, sko, að mér þetta bara æðislegt og ætla að halda þessu áfram. Er miðasala væntanlega? Nei, ég held að þetta sé bara, það er bara frítt inn á þetta allt saman. Það er bara frítt á þetta, þannig að það er bara að labba frá? Bara þegar fólk er búið að hlusta á skemmtun, þessar flottu skemmtun sem stendur til í gilinu, þá bara rölda yfir í og hlusta á okkur. Yndislegt. Já, þeir sem hafa áhuga fyrir því að koma og hlusta á góða spilara, sem ég held að við séum allir. Nákvæmlega. Gaman að fá þau. Ég hvet fólk til þess að kíkja á ykkur. Ég er eiginlega alveg viss um að það er einstök upplifun að sjá tónlist skapast hjá reynslumiklum og góðum tónlistamönnum. Takk fyrir að koma. Takk. Og við ætlum að halda áfram að tala um Akureyrarvöku hérna eftir augnablik og þá koma þau Margrét Blöndal og gestur Einar Jónasson til okkar.